Dís og búin að vera að sjá hérna frostkastið og ég hérna með Lexa með mér og svo erum við með gesti. Þið til að kynna ykkur? Já, ég heiti Beatrice og ég upplýsingafulltrúi Huawei á Íslandi og ég búin að sjá þetta verkefni sem við erum að tala í dag í mörg ár, 5 ár, 6 ár. Já. Ég heiti Lárus Blöndal, kallaði Lalli töframaður og ég töframaður. Og alls konar skemmtileg. Nákvæmlega. En við ætlum sem sagt að tala í dag smartbus-verkefnið ykkar. Það var snjallvagnin á íslensku. Já. Og allavega að mér finnst mjög mikilvægt verkefnið, þannig að ég vil að fleira fólk viti af þessu. En þið til í að segja mér aðeins frá þessu verkefni? Já, kannski get ég byrjað. Algjörlega. Verkefnið byrjaði 2020 og verkefnið í raun og veru snýst tvennt, fræðslur og svo líka könnun. Könnun meira til þess að taka stöðu hegðun barna á netinu og við erum að fræða líka börn 11 til 15. Þetta aldur sem við erum að reyna að kofera. Og verkefnið bara unnið af Insight sem myndunarráðgjöf fyrirtæki í Evrópu og við styðjum það og svo líka samstarfi við Heimili og skóla og Saft á Íslandi og Lalla. Já, en hvernig byrjaði þetta verkefni og hvenær? Þetta byrjaði í raun og veru 2019 og þetta var rúta sem fór ekki á Íslandi. Við byrjum með þetta í Belgíu og Hollandi, minnir mig. Og þetta var rúta með tækni bara sem ferðaðist landið og markmiðið var bara að kynna tækni fyrir börnum og þetta netöryggisfræðslu voru bara hlutir af ferðina. En á Íslandi við byrjum 2020 og markmiðið það var COVID. Þannig við gátum ekki farið í skóla og það var engin spurning að við munum koma með rútu til Íslands. Þannig að við ákveðum að gera þetta bara svoleiðis, bara leggja áherslu á fræðslunni og á könnuninni og vinna með Lalla. Já. Gríni og töfra. Þannig tókuð þetta verkefni og sérsnýðuð það fyrir Ísland í raun og veru? Fyrir tímapunkti held ég meira að segja heldur en bara fyrir Ísland, bara fyrir stöðu sem við vorum í sem var COVID, það var ekki hægt að fara í skóla en við á þessum tímapunkti þá vorum við enn fremur á netinu, bara öll. Já. Þannig þetta var mjög tilheyrandi á þessum tíma. En finnst þér vera einhver munur á því frá hvernig þetta í COVID þannig til hvernig þetta til dæmis í dag? Alltaf núna komist í skóla. Meiri munur en það á verkefninu ykkar? Já. Það bara það að delivera fyrirlestur til barna og unglinga bara svart og hvítt hvort þú ert á netinu eða bara í eigin persónu, skilji. Já. Bara miklu meiri nánd í því að vera á staðnum. En alltaf geggjað að samt geggjað að hafa pröfað að vera með svona fjár fyrirlestra, og það var svo geggjað að fara að við vorum all in þar, að vera með fjár fyrirlestra, þannig að við fengum reynsluna af því bara, ekki einhvern reynsluna af því að vera með 2 á netinu eitthvað, vorum með marga þannig að þá lærðum við miklu meira af því og fengum reynsluði að vera með á netinu og menna þeir voru alveg geggjaðir líka það var ekki það það er bara meira geggjað að vera í eigin persónu með fyrirlestur, það er bara allt önnur stemning þegar við fórum í skólanum í skólana. Það er bara miklu skemmtilegri og bara meira interaktív. Við getum spurt og bara spurt börnum hluti og fá svör og bara fá feedback frá því sem við erum að gera. Já, miklu þægilegra fyrir okkur að tala við krakkana í eigin persónu. Já, nákvæmlega.
Eru það alveg duglega að spyrja krakkarnir og okkur svoleiðis? Ég tala ekki við krakkarna í raun og veru. Þetta hann sem gerir allt. Ég svolítið bakvið, en ég að segja honum, spurðu þetta. Já, og það er ógeðslega gaman, sko. Það stundum þið bara ekkert að spyrja og stundum þið bara of mikið að spyrja. Stundum bara vilja þau tala of mikið og maður það bara svona kötta á þau svo þess að hægt að klára fyrirlesturinn svo við séum ekki bara með fyrirlesturinn í marga klukktíma, sko. Já. Það alveg ógeðslega skemmtilegt, sko. Þú veist, og bara það alveg ógeðslega svona, það fárlega misspennandi, þú veist, því yngri sem þau eru, því opnari eru þau. Af því að þá eru þau minni, þú veist, og því eldri sem eru, þú veist, þá eru bara meira gelgjur, skilurðu, og það allt einhvern veginn, ekki töff að spyrja, þú veist, að það þarf að passa upp á kúlið og svona, þú veist, það eitt, en svo líka alveg, svo lendir maður alveg í því að, þú veist, einhver hópur sem ætti að vera mestugelgjurnar, þú veist, og eru á mesta gelgjustíginu, en spyrja kannski bara allt og mikið líka. Þú veist, þannig að það ekkert ekkert neitt svona ákveðið, en svona overall eru svona yngri krakkarnir meira til í að spyrja og babla, heldur en eldri, sko. Vantar enn þannig vandræðarleika sem kemur svo með aldrei. Já, þau eru ekki orðin vandræðarleg. Þau eru bara everything goes, sko. Finnur þú þá að þú ert svona byrjaðar að sérsniða þetta eftir hvaða hópa krökkum voru að tala við? Þú veist, finnur þú... Algjörlega. Já, sérstaklega þegar, sko, þegar við byrjaðum, þú veist, þá vorum við, þú veist, aðalega, þú veist, fyrir unglinga, þú veist, og svo, þú veist, voru skólar að biðja að fá hana fyrirlestur fyrir yngri líka, skiljanlega, þú veist, og þá eiginlega sko bara, þú veist, þá eiginlega bara svona, þú veist, einföldum við fyrirlesturinn, af því að bara, það munar á bara að þú ert í, þú veist, bara að þú ert í 7. bekk eða þú ert í 10. bekk, 5. bekk. Já, 5. bekk eða 10. bekk, það er bara rosalega munur á því bara hvaða orðaforða þú ert með og þú bara hvað þú veist í lífinu og skiljið, þannig að þú veist, við þurfum bara að, þú veist, að bara einfalda það fyrir yngri, sko. En skiljið, sömu gildi og saman fyrirlestur, þú veist, en þegar maður verður meira eldri þá er þetta að fara meira í tæknilegra spjall við þau, þú veist. Þetta er svona sama skilaboð en kannski leyfi dýpt aðeins að ráða. Já, algjörlega. Sömu skilaboð en bara, það bara straumlínu laga það meira fyrir yngri. Já. Og þú ert maðurinn í það. Það bara hefur hægt bara mjög vel, sko. Frábært. En eins og eru foreldrarnir á staðnum þegar eru með fyrirlesturina? Er þetta bara krakkarnir og kennarar? Þetta er bara krakkar og kennarar. Við höfum ekki farið. Ég held að við gerðum einu sinni, manstu þegar þú fórst í Þrótt. Það voru foreldrar. Regi? Jú. Ég held að það hafi verið kannski bara... Já. Voru þá foreldrarnir að grilla þig? Nei, spennið verið ekki. Já, en þetta hefur alltaf bara verið á skólatíma. Og líka bara upp á að, þú veist, bara til að, þú veist, svo það sé ekki, þú veist, að þegar það er eftir skóla, þú veist, þá kom ekkert allir krakkarnir. Þú veist, bara til að ná þeim öllum, þú veist. Og eru þið þá að fara svona í samstarfi við grunnskólana? Sko, það sem við erum að gera, við erum að senda út tilkynningu. Að fræðslur eru í boði og þær kosta ekki neitt og við getum komið, þú veist, bara til þeirra og við erum að vera eins sveigjanleg og við getum. Þú veist, bara, ég veit að það er erfitt að skipuleggja þetta, við erum að taka og við í raun og veru erum búin að breyta aðferðinni síðan við byrjuðum. Við vorum að gera könnunina í fyrirlestrinum og við erum búin að taka þetta út, þannig í upphafi var þetta 1,5 tíma sem er frekar mikið, þú veist, bara í raun og veru, og svo erum við búin að reyna að minnka fræðsluna í klukkutíma svo lengi að skólarnir geta hjálpað okkur með að gera könnunina fyrirfram. Það er svolítið samkomulag núna og þú veist, bara við vitum að það er erfitt að skipuleggja þetta, þannig að við erum bara að senda út tilkynningu og við segjum við skólana, þið geti bara skipuleggja þetta eins og þið viljið, við viljum auðvitað, þú veist, þetta kostar ekki neitt, en það er kostnaður sem felur í sér að gera þetta, þannig að við erum að reyna
að gera þetta, semja við skólan til þess að gera þetta á hagkvæmari hátt en með eins mikið sveigjanleiki og við getum. Það mjög sniðugt. Kannski hjálpar einmitt líka bæði ykkur og skólanum þá í rauninni. En af hverju þessi kennsla svona mikilvæg? Sko, það svo mikið að segja af hverju það mikilvægt. Við vitum að internetið og samfélagsmiðlar og allt það hefur haft mjög slæma áhrif á kynslóðir, bara fyrir kynslóðir, byrjum með mína kynslóð, millennials, það ekki? Og það búin að vera bara margar rannsóknir sem búin að sannfæra það og sanna það. Og ég vil benda á bókina The Anxious Generation til dæmis, sem bendir á bara margar tölur sem staðfestir það. Þannig við vitum að þetta hefur áhrif á okkur fullorðna fólkið. Hvað börn? Sko, börn að nota internetið, bara við vitum frá SAFT til dæmis að börn 9 ára og eldri að nota síma. Við fórum að tökum könnuna og við vitum frá niðurstöðum kannana okkar að börn 11 til 15 ára að nota síma. Þannig þetta þeir að nota síma. Símanotkun mjög dreift, internetnotkun mjög dreift, þannig að ef að við fullorðnir bara að glíma með eða við afleiðingarna símanotkun, hvað börn. Þannig við finnst mér fyrir mér persónulega, ég svolítið að brenna fyrir þetta. Mér finnst fyrst og fremst, við verðum að gefa börnum verkfæri til þess að vernda sig á netinu. Við verðum að gefa börnum verkfæri til þess að skilja og vera með vitund hvað hættulegt á internetið. Og svo líka, að það skemmtilegt og þú getur verið skapandi. Það margt sem jákvætt á internetið, en þú þarft að vita hvernig að nota internetið vel. Og svo þetta líka netöryggismál. Við þurfum að gefa börnum verkfæri til þess og hæfileika í raun og veru til þess að vera öruggari á netinu. Og það til dæmis stofnanir eins og SAFT og Heimili og skóla og aðra stofnanir sem í svona frumtök að reyna að gera það, og við bara að styðja við. Og frá bara fyrirtækið okkar Huawei, við plattformfyrirtæki, við að búa til síma, við að búa til svona vettvangi fyrir svona upp sem börn að nota, sem geta sett börn í hættu. Þannig okkur finnst að það ábyrgð okkar að fræða börn og gefa þeim þessum verkfæri til þess að vernda sig. Það mjög sniðugt og mjög góða punktur hér. Þetta svona, ég á strák sjálf, og ástæðan af hverju ég brenn svo mikið fyrir með þessu verkefni hjá mig líka bara af því að mér langar að gera minn part allavega í því að geta gert allavega Ísland að betri stað fyrir komandi kynslóðir, svo að allavega hafi eins og þeir að segja þessi verkfæri sem þau þurfa að halda til þess að vernda sjálfan sig á netinu, því þetta ekkert að fara. Og krakkar í leikskólum komin á netið, það bara eðlilegt, því að netið eins og krakkarnir halda bara að interneti sé bara eins og loft. Það bara internet. Bara internet, það hefur alltaf verið internet. Og við bara á fyrirhættum segja bara internet bara glænýtt, sko. Og fullorðna fólkið í dag upplifið það að þegar interneti kom, bara þetta það nýtt. Þetta bara glænýtt stöf. Og við ennþá bara í einhverjum sjóræningja á einhverjum sjóræningja árum þar sem engar reglur. Þetta svo nýtt, þetta ekki komið inn í neitt, og það þannig að núna erum við að setja reglur sem make a sense og þannig saman við interneti. Bara erum að læra á þetta, þannig að það þarf bara að kenna krökkunum það strax, skilji, og átta sig á því að það sem við gerum á internetinu
við þurfum að taka jafn mikla ábyrgð því sem við gerum á netinu eins og því sem við gerum í raunheimum. Já. Skilji. Einmitt. Af því að þau, þú veist, líta bara á netið sem eitthvað svona, sko, pínu eins og eitthvað svona frípass. Já. En ég held samt að það hafi verið, sko, samt að, sko, fyrir mörgum árum þegar að fólk var að vera, segja misgáfulega hluti á netinu, kommentarkerfum og svona. Já. Þú veist, þá hélt fólk að internetið væri frípass, en það er búið að átta sig á því að það er það ekki þannig. Já. Þannig að, þú veist, við fullorðna fólki erum búin að læra það, þú veist. Þetta geymist þannig eilíðu. Þú ferð í starfsviðtal eftir mörg ár bara af hverju varst að segja þetta. Já, þannig að núna eru krakkar, þú veist, að fara, þú veist, alast upp við það að þau frá því þau voru börn, þá vissu þau það að þú ert ekki með frípass á netinu. Já. Þannig að, þú veist, sem er frábært af því að þá er, þú veist, þannig að við erum strax byrjuð að læra af því. Já. Og, þú veist, komandi kynslóðir munu bara alast upp við það að það er bara ekkert frípass á netinu, skiljið. Já. Já, nákvæmlega. Þannig að það þarf bara að kenna þeim þetta strax. Já. En ég meina, þú veist, það er mjög góður punktur sem hann Lalli gerði núna, þú veist. Það eru reglur. Við búum í Europasambandinu eða þú veist bara í Europasambandinu tengd landi. Já. Og það eru margar reglur sem eru komnar sem þú veist, geta hjálpað okkur að finna góðar leiðir til þess að vera á interneti og geta vernd okkur. En spurning hvort að þessar upplýsingar eru þú veist í raun og veru að bara leiðast alla leið til krakkana og okkur finnst að þú veist, það vandar svolítið hjálp, þú veist, það vandar eitthvað boost til þess að koma allar þessar réttir og upplýsingar og reglur sem hjálpa okkur að skilja hvernig internetið er í raun og veru líkur raunheimar. Já. Þannig að það er, eitthvað sem við erum að reyna að gera og ég held að Lalli setti þetta í mjög góðu samhengi og við gerum það þegar við fórum, þú veist, við gerum þessar líkingar. Þetta er eins og, þú veist, internet er eins og raunheimar og hvernig, þú veist, og það eru auðvitað, þú veist, það eru reglur í raunheimum sem eru svona lögbundin reglur og svo eru líka svona hefð og manasiði, skilurðu, og það er líka eitthvað sem við þurfum að vera vakandi fyrir, þú veist að ef að ég ætla hvernig ég kemst við fólk í raunheimum, ég á að koma við fólk á internetinu líka. Já. Já, nákvæmlega. Það er samfélag, alveg eins og í raunheimum. Já. Algjörlega. Já, mér finnst það mjög góða punktur líka eins og Lalli nefndi á þér að við séum á sjóræningjaröld og eins og segir, það er rosalega mikið á reglugerðum, sérstaklega í Evrópu. En það er ekki í raun og veru komin þessi svona siðmenning þar sem hefur verið að halda þessum reglum uppi alveg. Nákvæmlega. Og það eins og þú veist í Bandaríkjunum sjáum þeir eru miklu aftar með reglur og annars staðar í heiminum líka. Já. Og þú veist þessi reglur eru til en það er ekki verið að fylgja þeim eftir. Þannig að við þurfum svona að hugsa okkar eigin líka, eigið fólk svolítið. Já. Ég er líka mjög sammála þessu og eins og ég var að skoða það í gærkvöldi. Bara hvort að sé yfir höfu verið að kenna þetta í grunnskólum og ekki bara með svona verkefnum. Og ég fann ekkert sérstakt og ég svona lítur alltaf út fyrir það að þetta sé bara ekki partur af kennsluskráni sem mögulega þarf bara að gera því þetta er orðið svo stór partur af samfélaginu okkar. Þetta er náttúrulega bara allstaðar. Já, þetta er ekki komið inn í skólana, þú veist, en eins og með þessum fyrirlesturum þá er þetta byrjað. Já, nákvæmlega. Og við erum að koma inn í skólana af því að skólakerfið tekur kannski svona meiri tíma að breyta þegar að fólki bara ennþá ykkur sem að ráða sem að lærðu kennslu hluti í fyrir mörgum árum áður en internetu kom, skilur. Nei, nákvæmlega. Það kannski fattar það ekki, og svo bara það mun koma það mun koma, en það er ekki komið eins og það ætti að vera. Já. Það er aðeins byrjað, við erum byrjað að koma inn í skóla, og koma með þetta. Já. Og í framtíðinu mun alveg vera, þá mun þetta vera inn í námskrá. Já. Bara, ég veit ekki hvað mun heita. Internet 101, skilji. En þetta mun alveg vera, skilji. Já. En við erum ennþá, internetið er ennþá svo ungt að það er ekki
eins og tala það ekki komin það ekki komið inn í það ekki búið að það þessi rótfesta sem að þú veist hluti af samfélaginu svona þannig skilju já það bara svona tæknilega fólki við stjórn og þú veist það restina heiminum það vantar eiginlega aðgengið svolítið já og þetta bara skilju og þetta alltaf þú veist þetta að koma hægt og rólega meira og meira einskilji þú veist og við erum að átta okkur meira og meira á því hvað þetta og hvað getur gert og þú veist og hvar við að passa okkur og svona þú veist þannig að það kemur alveg en ekki komið eins og Nei. Ég held að þú veist bara við erum að tala í raun og veru netörygis atriði og það sem búin að vera svona ógnandi við netöryggi þetta tæknilegt, mjög tæknilegt og ég kann ekki tækni og þetta í raun og veru mannlegt, ekki tæknilegt en þetta held ég þetta eitthvað sem þessi hugsun hindrar fólk að kanna sig betur hvað felur í sér netöryggi og ég held að það sem við erum að reyna að gera þú veist bara að brjóta niður þennan vegg og þetta auðvelt fyrir foreldra að læra auðvelt fyrir kennara að læra og auðvelt fyrir krakka að læra já, nákvæmlega algjörlega þessi grunnatriði það líka oft margir sem tala það í netöryggiseiminum að sé hugsunarfræði frekar heldur en þú veist, að kunna tæknilega hluti eins og verkfæri frekar, þannig að þú verður að finna fyrst hverju þú getur beitt á aðstæðunar þannig að þetta alveg hugsunaráttur sem að kenna og þú getur bara nota þau verkfæri sem þú kannt þeir tæknilega eiginleikar Þú þarft ekki að vera tölvunarfræðingur til þess að kunna haga á internetinu sko Nei. Þetta bara mjög basic sko þú veist en fólk heldur ofta að maður þurfa að vera tölvunarfræðingur til að geta talað hvernig maður á að vera á netinu hvað maður á að gera hvað þú veist, þetta bara svo mikið bara rétt og rangt þú veist, bara passa sjálf á sig og það skilji þú veist, þetta ekkert eins og það segjum skilju þetta ekkert tæknilegir hlutir, þetta bara mannlegir hlutir Nei, nákvæmlega rosa mikið sko Það líka mikið talað það eins og vefveiðar ein vinsalasta leiðin til þess að komast inn í tölvur og fleira og það þetta bara manneskjan það mikið talað það að manneskjan sé veikasti punkturinn í netöryggi Já, og menna sko ég ætla að leyfa mér að segja við hér við myndum spotta eitthvað ekki allt en flest svona scam á netinu, skiljið. Ég var bara að hlusta á bara í síðustu viku, þá var eitthvað í útvarpinu einhver að tala einhverja heimasíðu sem hún fór á og það var eitthvað scam. Og bara þegar hún byrjaði að lýsa heimasíðinni, þá var ég bara hvernig vissir ekki að þetta væri bara veiðar. En þessi manneskja sem var að tala var bara 20 árum eldri en ég. Já, ok. Og svo manneskja áttar sig bara ekkert á því mikið eins og ég af því að ég var yngri þegar að internetið var og meðvitaðri internetið þú veist þess vegna þetta einmitt þessar vefveiðar þú veist því eldri sem því því meiri líkur á því að þú fallir fyrir því skilji þannig að yngri kynslóðir núna sem að þú veist þau eru bara í grunnskóla og það er að segja þér frá vefveiðum skilji þú veist það er bara þú veist þá er það miklu betur settur inn í framtíðina á netinu Já, nákvæmlega og þetta bara það að þetta svo nýtt á meðan að manneskjan sem var að tala í útvarpinu sem lenti í þessu internetið var ekki til þegar hún var í skóla skilji þú veist þannig við erum alltaf bara að læra og við þurfum bara að læra það strax Þetta líka orðið svo góð þessi skömm, þessi vefveiðar þú veist, það með gervigreindinni og það líka við bara komin í raun og veru þjónustur sem að óbrunir aðalar geta nýtt sér til að búa til þykjustunni, postsíðu, hvað sem það þannig að þú veist, ef þú eru aldrei komið í neina snertingu við skam sem eru kannski margir eldra fólk á Íslandi og svo sér það bara SMS frá postinum Hefur ekkert pælt í eins og við segjum fyrirlistinum að þá að við erum með tölvan okkar hérna í hausnum okkur sko hausnum okkar ég er búin að vera að segja kröknum að þessi hérna heilin okkar miklu betri en tölvan af því að við vitum
bara svona í kjarnanum vitum munin á réttu og röngu. Já. Á meðan að eitthvað tölvuprógram veit það ekkert. Við vitum. Og við þurfum að nota rökhugsunina og hausinn okkar til að stjórna tækninni. En ekki láta hana stjórna okkur. Já. Það mjög sniður punktur. Það svolítið það, sko. Já. En Lalli, hvernig varst þú svona partur af þessu verkefni? Einmitt. Betri snýttu bara í mig og segja, hei Lalli, viltu vera með? Og ég segði bara, já takk. Nei, sko þau voru með fyrirlestur og það náttúrulega mjög challenging að fara með fyrirlestur í grunnskóla. Það eiginlega bara svolítið galið að ætla sér það. Tough crowd. Rosalega tough crowd. Þannig að betur þessu hugsaði, hver skemmtilegasta manneskjan í Íslandi? Lalli töframaður, út mig. Í raun og veru það var ekki ég. Það var ekki ég. Það voru krakkar í SAF sem sögðu, þú veist, bara rétta manneskjan til þess að gera þetta Lalli út af því að hann skemmtilegur og flottur. Og ég meina þau höfðu rétt fyrir sig. Já, það bara alveg. Nei, það var svo gaman. Það var líka svo, ég var líka bara svo ánægð með það take. Að, þú veist, að því að þú ætti að delivera ykkur til barna og unglinga, þá þarftu að ná til þeirra. Já. Annars bara hlustaði ekki neitt. Nei. Þú veist. Og ég var líka bara svo glaður með það take hjá þeim að heyra mér. Af því að þau voru með það sem þurfti að komast til skila. Þú veist. Og þú veist, þannig að þau voru með allt þetta tæknilega, skilið. Já. Og ég fekk þá að koma inn sem bara, mannlegir hluturinn að delivera, þú veist. Sem þú veist, sem var svo brilliant. Já. Þú veist, þannig að, þú veist, og svo náttúrulega verandi Lalli töframaður að þá ég alveg búinn að skella inn svona 2-3 töfrabröðum inn í fyrirlesturinn til að brjóta hann upp fyrir þau og fyrir mig. Já. Svona til að halda allum á tánum, sko. Það er bara mjög sniðugt líka. Þannig að þetta sé skemmtilegur fyrirlestur líka. Já. Þú veist, þetta sé gaman á fyrirlestri. Þú veist, ég mæti ekki í jakkafötum og stend við eitthvað svona pontu og tala. Já, nákvæmlega. Ég mæti bara og ég bara tala við þau bara sem Lalli töframaður, skilja. Ég er bara á því að það virkar líka. Þegar maður hugsar allt tilbaka, hugsar út í skemmtilegu kennarana sína. Maður man alltaf svo mikið líka úr þeim áfengum. Nákvæmlega. Ég er alltaf búinn að vera að skemmta, þú veist, börnum bara frá því ég var barn. Já. Þú veist, ég er að skemmta, þú veist, börnum og unglingum og, þú veist, fullorðnum og, þú veist, ég er bara, þú veist, er á leikskóla og svo fyrir ég að veislustýra árshátíð, skiljið, eða eitthvað. Já. Þú veist, þannig að ég er alltaf að þessu, þú veist, og þegar ég er að skemmta börnum, og bara alltaf, þegar ég er að skemmta og koma fram, og þá líka er ég bara með, þú veist, ég átti að mig á því fyrir mörgum árum að, ég bara, já, ok, ég ætla bara að gera það sem mér finnst skemmtilegt og ég ætla bara að hafa gaman. Og ef það virkar ekki, þá bara fer ég að vinna með eitthvað annað, þú veist. Og það bara hefur verið að virka, þú veist, þannig að alltaf þegar ég fer og er að tala fyrir frá fólk og er að skemmta og eitthvað svona, að þá er ég bara að tækla frá mér, þú veist, hvað mér finnst gaman. Þannig að þegar ég kem inn í þessu fyrirlestra, þá er ég ekkert að mæta með einhverja brjálæða grímu, eitthvað, nú erum við hér að tala um þetta, ég mæti bara sem ég, og svo eru einhverjir úlingar með allt miklu gælgjustæla það verður bara grjótharður og segja bara setts niður og ekkert rugl, skiljið af því að þá eru líka bara hinir krakkarnir bara mjög ánægðir með það af því að hinir voru bara verið með leiti, skiljið bara við ætlum bara að gera þetta og við ætlum að hafa skemmtilega fyrirlestur og við ætlum bara að gera töfrabröð líka og við ætlum að taka þetta á spjallinu og gleðinu og gaman, sko þú veist, þannig að þetta hefur virkað mjög vel Já, ég meina fyrir þess að hafa virkað fáránlega vel Það hefur virkað fáránlega vel en ef ég get bætt eitthvað við, sko, fræðslurnar voru hannaðar með
þetta hugmynd að hafa töfrabragð bakvið og það nákvæmlega út af því það sem þú sagðir að það festist upplýsingar betur ef að það tengd töfrabragð eða gríni eða eitthvað svoleiðis. Svo kom Lalli og hann var með bara allt, hann var með gríni, hann var með töfra og svo var hann líka svona opinn og hann sjálfur, hann var eins og hann sagði ekki með grímu og fyrir mér sem bara horfa bara hvernig börnum voru að interakta með honum og hvernig hvernig svör þeirra voru sem var frábær. Mér fannst þetta í raun og veru rétta manneskja og svo enn fremur Lalli hefur líka komið hann hefur lært efnismálið og tekið svona skref að hjálpa okkur að gera þetta skýrara fyrir krakkar og skemmtilega fyrir krakkar, þannig hann hefur líka bætt sig inn í verkefni efnislega sem geggjað. Vissur eitthvað þetta áður en þú fórst að gera þetta? Nei. Ekkert eins og ég veit það núna, skilji, ég var ekkert að pæla í Ég var ekkert að mæta í podcast að ræða netöryggi, sko. Nei. Þú veist. Og nú þetta hér. Já, en nú bara komin þetta. Og það var líka svo geggjað. Og líka bara af því að þetta voru, þú veist, þegar við vorum að fara og maður var bara, þú veist, maður var eiginlega bara pínu svona, ég var eiginlega pínu húgt á því. Þegar maður, þú veist, núna, þú veist, þegar maður sér, þú veist, þegar maður fær svörin frá krökkunum og þegar maður bara búin að sjá hvað þetta mikilvægt, hvað þetta fáránlega mikilvægt. Já. Af því að oft á tíðum bara vita börn og unglingar bara ekkert hvað maður að tala og bara ekkert endilega að pæla í því að vera, þú veist, að passa sig á netinu. Nei. Veist, þannig að þá fekk maður líka bara svona, wow, getum við ekki hringt í forsetaðan og sagt bara, herri, nennir þú að hringi eitthvað svo við förum bara í alla skóla á landinu einu svona ári. Að við verðum bara að taka hringin bara. Förum bara í alla skóla, tölum bara við öll börn. Bara, nennir að koma þessi í gegn. Bara þetta þarf. Já. Það var líka svolítið það, maður bara svona fekk bara svona, bara eins og fá svona barn í hendunar og bara, ok, nú þarf ég að fara að taka mig á. Þú veist, það var svona þetta og maður bara svona, ok, þetta þarf að gerast. Ja, þetta er mjög þarft líka og mjög mikilvægt að þessu að stiga inn í, eins og nefnir áðan þá, þú veist, er menntastofnanir í Íslandi ekki búin að, þú veist, gera sér neina ákvörðun eða, þú veist, áætlun með svona hluti, þannig að Nei, þetta er bara ekki komið nógu langt. Nei, maður sér með svo skólan að tvístraða með símabann og annað, þannig að, þú veist, það þarf eitthvað svona utan að koma. Við erum bara ennþá bara, má vera með snjallsíma í skólum. Já. Þú veist, það er enginn bara að ákveða það. Nei. Það er bara skólanir sem þurfa að taka ákvörðun það. Þetta er bara ekki komið inn, þú veist, hjá okkur. Nei. Líka bara svona að horfa tilbaka, ég vissi ekkert tölvuneturöryggi fyrir en ég bara byrjaði í starfinu sem ég er núna. Meira þess að eftir að ég byrjaði í tölvunafræði, vissi ekki hvað forritun var þegar ég byrjaði og svo svona eftir fyrsta ára var maður farin að læra það. Svo fekk ég þetta tækifæri þegar ég var búin að vera í 1,5 ár og ég er núna bara, ég fer heim og ég er bara, heyrðu, við þurfum að fara í gegnum allt þetta. Við þurfum að laga þetta. Einmitt. Já, þetta er bara, þú veist, fólk áttir sig ekkert á því. Bara þegar, þú veist, eins og núna þegar maður er búin að læra þetta, þú veist, það er bara þegar ég nægi eitthvað app í símanum mínum, þá íti ég ekki bara á accept all, skilur, ég geri það bara ekki. Ég er bara búinn að stilla hausinn minn á það að ég bara íti bara nei. Megum við, nei. Og ef það er eitthvað það þarf að geta hvað heitum að bara þér að nota appið, já, bara þér að nota appið, skilji? Þú veist, þetta, það er rosa mikill minnihluti af fólki sem gerir þetta, af því að allir aðrir íta bara á, já, og appið er komið. Já, og veit ekkert endilega hvað þau eru að samþykja. Nei, bara fólk á okkar aldri og bara sem ætti að vera up to date, skilji, er ekkert endilega pæli, þú veist. Nei, nokkulega. Greið, þetta bara þetta er ekki komið inn. Nei. Það er ekki komið nógu mikið inn í
kjarnan okkar, sko. Fjölskylda mín, greið, sko, eftir að ég byrjaði með þetta podcast og svona, fór að læra meira, ég er búin að vera að halda ræður yfir þeim og mæta heim og tjekka hvort allt sé ekki örugglega í lagi. Mundu bara að þú ert að halda eitthvað svona ræður yfir þeim og vera eitthvað að gera svona töfrabragð. Bara að halda þessu skemmtilegu. Þú þarf að kenna mér. Já, ég kenna þér töfrabragð til hann að þú getur verið eitthvað svona, þú verður að muna að fara í privacy og svo gera eitt töfrabragð. Svo gera eitthvað og sýnum hverju. Þá er það svona, ok, þú mátti vera með fyrirlistur af því að það var skemmtilegt líka. En hvað eru þið eiginlega búin að ná að fara í marga grunnskóla? Ef þið vitið töluna. Sko, ég get ekki sagt nákvæmlega. Við fórum í 12 eða 13 skóla í fyrra. Nei, bara núna. Í vor. Ok. Fórum í 12 skóla. Já, núna Í fyrra fórum við í 16 skóla. Og ég bara man ekki árin fyrir það, en ég held að við erum búin að fræða 6.500, rúmlega 6.500 börn síðan 2020. Það er mjög flott. Já, við erum búin að fara í Akureyri 2 svar, við erum búin að fara í Ísafjörð, við erum búin að fara bara Selfoss, já, bara alls staðar. Já, við erum búin að vera duglega, sko. Og þú veist, eins og ég segi, ég væri til að við værum bara alla daga, skilur, að þessu, af því að þetta þarf, skilur. Veist, en það er náttúrulega, kannski, ekki raunhæfur möguleiki, eins og við varum að tala um aðan, hringi forsetann og segja bara að þú verður að ræða þessu. En við erum búin að vera að fræða rosa mikið, búin að vera mjög dugleg. Og líka það að, þú veist, og líka búin að vera, sko, bara, þú veist, við höfum alveg tekið þessu daga sem við höfum bara með, þú veist, 3 eða 4 fyrirlestra. Þú veist, sem er alveg galið, þú veist, og að þetta er eiginlega, þú veist, fyrir mig bara eins og að setja upp leiksýningu. Þú veist, fyrirlesturinn er bara eins og að setja upp leiksýningu. Þú veist, ég er ekki með eitthvað clip-on-mic og er að tala rólega. Ég er að nota bara röddina á móti úlingum og krökkum, skiljiði. Þetta er alveg fight, stundu, sko, þess að maður þarf alveg að vera svolítið on top of it, þú veist. Þannig að þetta er bara sjó, skiljiði, þú veist, maður er bara að setja upp í sýningu. Og svo er hann líka, þú veist, bara aðlagast við hvernig hópin er. Mismunandi hópa, þú veist, ef við erum að fara í 5. bekk og 5. og 7. og þau eru bara mjög ólík 7. og 8. og þú veist bara sumir hópar eru bara þetta er ekki svona autopilot sem maður þú veist, er bara eitthvað svona alltaf sama þetta er alltaf mismunandi svo kannski fer maður og þá kannski bara fullir salur á 10. bekkingum og svo næstu fyrirstuð þá kannski bara 1 bekkur í 7. bekk þú veist, bara aðskili þannig að, og það er líka það er líka eitt sem mér finnst frábært að við erum að fara og vera með fyrirlestra þú veist, fyrir sko færri þú veist, við erum ekki alltaf bara að fara og vera með fyrir allan skólan þú veist, af því að ef þú ert að gera það að þá er ekki hægt að fara í þessa umræðu þú veist, þá er ekki hægt að fara að spyrja og þú veist, ef þú ert með því minni sem hópurinn er því, þú veist, innlegari geturðu haft það og því meira bara svona þú veist, geturðu tala til nákvæmlega þeirra þú veist, það er bara 8. bekkur þeir eru öll á sama árgerð og við erum öll þú veist, ok, þá erum við á þessu leveli í þessum pælingum, skilji. Meira svona jarðbundið andrúmsloft. Já, getur maður að tekið bara svona á þeirra fórsendum. Þú veist, heldur en að þú ert með, þú veist, 7. bekk og 9. bekk saman. Þú veist, þá er það bara svo mikið, það er bara rosa mikið aldurspil á þessum aldri, skilji. Það er alveg svart og hvít, sko. En sko varðandi, eins og ég sagði, við erum búin að fræða rúmlega 6.500 börn og við getum gert meira. Svo við erum til að gera meira, við getum gert meira og við erum með penninga til að gera meira. En oftast það sem gerir er, við fáum ekki nóg eftirspurn frá skólunum. Og það er ekki út af því að það vandar þessa þekkingu. Ég held að það er bara veit ekki, í raun og veru. Þannig að við erum að reyna að gera bara auglýsa og
að koma podcast og reyna að koma í fjölmiðla en ég held að það ekki svo mikið athygli eða jafn mikið athygli og það á að vera á netöryggismál. Kannski það að auka smá núna en það hefur ekki verið í raun og veru. Við sendum fyrirspurn og við fáum ekki, við þurfum svolítið að íta í skólum til þess að láta þau þá vita að við getum komið. Þannig við getum gert miklu meira. Það engin í svona biðlista hjá okkur, skilurðu, við reynum að mæta þegar við fáum fyrirspurn. Þannig endilega komið til okkar og biðja okkur að fara að koma til ykkar. Líka að því að það er alltaf mjög mikið vesen að koma fyrirlesturum inn í bara inn í dagatalið í skólum. Það er svo rosalega rútína á öllu, svo allt gangi vel upp, skiljiði. Og en ég held að segja mér bara líka það að þau sem að taka ákvarðanir í skólum átta sig bara ekki á því. Ég ekki með aldursfordóma, en þau bara voru kannski ekki með internet þegar þau voru lítil, skilji. Þannig að þau fatta það ekki, sem kannski að stjórna, Þannig að oft held ég bara skólar átta sig ekki á því hvað þetta galið gott fyrir þau að fá inn, af því að svo skólar sem við komum í, allir skólar eru ótrúlega ánægðir með það sem að við erum að koma með. Það er allir svo ánægðir með það og bara og hafa verið að bæta við og bara geti nokkuð verið líka með fyrir 5. bekk og vilja bara bæta við að þau bara sjá hvað þetta þarft, skilji. Þannig að það er frábært. Sem voru að tala á fattarinn ekki endilega komin inn í kerfið, þannig að þetta er ótrúlega þarft og ætti að vera í miklu fyrir skólum. En svo þú segir, Beatrice, þú vilt að fólk hafi sambandi við ykkur meira. Hvað er best að ná í ykkur? Sko best að senda tölvupósti bara beint til mín. Beatrice.garcia.martinez. Ég ætla að senda postfangi. Setjum maður kannski á skjáinn. Og þið getur bara sett þetta, og þið setta svona banner neðst á þessu vídeói. Það ekki. Ef ég ætla að horfa eftir þetta. Það stendur hér. Þetta e-mailið. Verður þarna. Og svo verður líka í, hvað heitir það? Description, svona. Description. Nákvæmlega. Hvað það? Eigum við íslenskt orðið við það? Bara þáttinn. Þáttinn. Svo verður þetta líka í þáttinn, einhver staðar bara endilega senda mér tölvupóst og við komum til móts við ykkur og eða hafa samband við Lalli og hann muni hafa samband við mig. Ég aðalega að skipuleggja þetta, þannig að það þarf að hafa samband við mig hvort þannig að ef þið gleymið þessu e-maili sem stendur hérna niður eða einhver staðar í þáttinn, getur bara farið inn á töframaður.is og sendt mér og ég sendi ykkur rétt e-mail. Líka að setja það svona banner. Já, og svo stendur það líka einhvers hérna, töframaður.is eða lalli.is eða lallitöframaður.is. Greiði klipparinn maður. Ægur leiti. Komið mikil vinna á þig. Við setjum líka svona töfra á okkar kannski. Já, það var bara mjög cool. Verðum með svona pínu glimmur þarna baki. Nei, hér stoppum við þetta. En þið að fara í þessu skóla. Hvað það að kenna? Hvað svona námsefni sem þið að kenna? Fyrst og fremst, við erum að tala hvað þýðir persónuupplýsingar sem bara í nettumhverfi þýðir allt notkun í raun og veru persónuupplýsingar. Þannig við erum að reyna að láta börn gera sér grein fyrir það. Við erum að tala fótspor, hvað þú gerir á netinu og hvað eru afleiðingar af því að hegðun þín á netinu. Við erum að tala algoritman, hvað það hvar eru algoritmar, hvað algoritmar gera og hvað eru áhrif algoritmans. Við erum að tala svona tæknilega þætti eins og cookies, vefveiðar, heimildir fyrir upp í símanum til dæmis og svoleiðis. Við erum að tala gervigreind og við erum að tala
falskar fréttir og hvernig það mikilvægt að bara greina upplýsingar og hvernig við getum greint upplýsingar út af það hefur bara stóra áhrif sérstaklega í dag sem meira og meira eru börn, en ekki bara börn, líka fullorðnir að leita sér upplýsingum á samfélagsmiðlum. Frekar en bara í bókasafni eða Google eða eitthvað svoleiðis. Já, og líka Google núna, Googlar eitthvað bara að fara gervigreindina frá Google. Já, bara líka. Þannig að þú verður eiginlega að vera með svolítið gagnrýna hugsun fyrir því. Já, ég var að gera verkefni daginn bara og þá ef maður googlaði gervigreindin sem kemur efst, hún svaraði vitlaust og maður þurfti að fara bara inn á síðu til þess að komast að rétta. Já, ég hef líka las högstar óbúnir aðlærir og nýta sér þetta núna og ef þið vilja til dæmis að vitlaust símanúmer komi upp hjá okkur fyrirtæki þá birta það rosalega oft í svona samtalsþráðum eins og Reddit og þá mun gervigreindin taka það saman og segja þetta er líklegasta símanúmerið. Þannig googla kannski símanúmerið eitthvað og ef það kemur í gervigrátta svona uppdrætti þá getur það verið þykistunni símanúmer. Ég meina sérstaklega gervigreind, þetta er eitthvað sem við erum nýlega, bara núna í þessu ári byrjað, eða í fyrra? Nei, líka í fyrra. Við byrjum í fyrra að tala gervigreind, en við erum að leggja meira og meira áherslu á því út af því að ég veit að meira eru börn að nota gervigreind fyrir alls konar og alveg eins og samfélagsmiðlar. Það eru svona óbreytanlegar afleiðingar frá eða áhrif frá notkun gervigreindar. Ég held að ég vil ekki kannski tala það en bara nýlega eru komin fréttir strák sem drap sig með því að nota spjalla við gervigreind. Þannig að ég held að það er mjög mikilvægt að við tölum það, ekki bara í þessum samhengin, heldur líka bara hvernig á að nota gervigreind til þess að hjálpa sér sem verkfæri. Sérstaklega í skóla á ég að skrifa ritgerð með gervigreindinni. Kannski ekki, en hvernig get ég notað gervigreind til þess að aðstoða mig. Þannig við erum að fara mjög mikið út í það og svo líka bara hvernig á að checka eins og þú varst að segja bara athuga upplýsingar sem gervigreind að gefa þér. Maður getur datt í svona hugsun að út af því að gervigreind veit allt, bara allt sem gervigreind segir á að vera rétt án þess að athuga, skilurðu, og það er alls ekki. Já, bara eins og Lalli sagði áðan að við erum með þetta að segja rétt og rangt en loka ákvörðunni á gervigrindin er alltaf tölfræðileg. Það er bara hvað er líklegast. Já, mér finnst að það sem ég er allavega búin að læra ef ég nota gervigreind, ég bið alltaf heimildir. Af því þá er hægt að skoða það og mér finnst það mjög mikilvægt að gera það og svo ef maður tekur eitthvað frá gervigreind þá er það talið sem ritstuldur eða þú ert ekki látið að gera fyrir þig. Það er svona orðið allavega hot topic í háskólanum sko. En ég meina líka bara hvernig lærir þú frá gervigreindinni til dæmis? Ertu að til dæmis benda á grein og láta gervigreind gera útdrátt fyrir þig? Ert þú að læra frá því? Eða viltu frekar bara lesa og skilja og svo láta gervigreind athuga hvort að skilningin þinn sé rétt eða rangt eða bera það saman. Það eru aðferðir sem virka miklu betur til þess að hjálpa þér að læra heldur en aðrir. Og ég held að það skiptir öllu máli. Ef við ætlum að nota gervigreind rétt, fyrst verðum við fullorðnir að læra að nota gervigreind rétt, en við verðum líka á sama tíma samhliða því að bara hjálpa börnum að átta sig hvernig þau geta líka notað gervigreind betur. Mér finnst til dæmis að það er bara hættulegt að láta börnum rannsaka í gegnum gervigreind. Þegar þau hafa sjálft ekki lært að rannsaka. Já, einmitt. Nákvæmlega. Þú ert ekki að virka heilan eins, þú ert ekki að setja vinnuna, leita, verifæja, þú bara setur eitthvað inn og getur kopjað og peistað út. Það þarf að passa það að það sé ekki verkferillin þegar þú ert að læra. Nei, nákvæmlega.
Þetta já, mjög mikilvægt umræðefni, sérstaklega gagnvart börnum einmitt núna, því þetta gervigreindin bara komin alls staðar einhvern veginn. En þeir eru líka með þessa könnun sem við setjum fyrir. Hvað eru þeir svona, hverjar eru niðurstöðurnar sem eru að fá út frá þeirri könnun? Sko, við erum að mæla sama hluti ár eftir ár. Og helst sem kemur fram til dæmis að flestir börn, ekki flestir en stór hlutfall af börnum eru með opin reikning á netinu, á samfélagsmiðlum sem athyglisvert. Ég muni segja ekki gott en það eitthvað sem við erum að reyna að takast á í fræðslunum. Annað sem kemur fram sem ég held áhyggjuefni að það ekki mikil umræða í fjölskyldum varðandi nethegðun barnanna, hvað börn eru að gera á netinu, hvernig þau líða á netinu, það ekki talað það yfirleitt og að sko börnin eru ekki að sækjast í foreldra þegar þeir lendi vandræðum á netinu til dæmis sem ekki gott. Við erum til dæmis að sjá að börn eru frekar neytendur á netinu heldur en að nota netið á skapandi hátt, í staðinn fyrir að búa til efni og kóða og bara búa til efni og birta, þau eru miklu meira bara neyta, horfa á YouTube, bara vera á YouTube, horfa, sjá myndir, bara lesa það sem hinn eru að skrifa og okkur finnst það, bara skólarnir eiga svolítið, bara kveikja á bara skapleika barnanna. Það þessi könnun hún svo frábæra því að þau eru bara að svara þá fáum við bara svona heildar maður fáum bara svona yfirsýn yfir hvað þau eru, hvernig þau sjá internetið. Eins og þetta með og þá líka sjáum við ár frá ári munin á eru þau byrjað að fara að vera með til dæmis meira með lokaða reikninga eitthvað inn á samfélagsmiðlum og þannig þannig að þá líka bara sjáum við að svart á hvítu að því að þau svara og það er einhver svona og þetta ekkert einhver þetta bara könnun, þetta ekki eitthvað quiz með réttum svörum. Við erum bara að sjá hver eru ykkar svör og þá sjáum við bara ok, og þá líka getum við séð út frá því bara ok, þau eru ekki að pæla í því að vera með lokaða reikninga, þau eru bara með opin reikning. Ok, þá þurfum við að halda áfram að hafa það inni og minna þig á það, kenna þeim það. Að því að, og það er bara svona hlutur sem að þau átti sig ekki á. Ef maður með opin reikning þá geta allir séð út allan heim hvað þú ert að setja inn og gera og myndir á þér og fjölskyldunni eða eitthvað þannig að við fáum svona flotta svona yfirsýn yfir bara hvað þau eru að gera og þessum líka erum við með þessa könnun áður en að fyrirlesturinn það eru bara eitthvað spurningar sem bara eitthvað basically bara eitthvað svona veistu hvað gerðugreind það er eitthvað svona spurningar sem eru bara svona vitið hvað þetta og bara gefum ljósa fullt af krökkum bara ekki bara eins og krökkum og bara eins og fullorðna líka vita ekkert hvað gerðugreind og þannig að þá getur fá þessi yfirsýn þetta er cool Ég myndi segja að þróunin í raun og veru jákvæð, bara flestir eru að vernda sig frekar vel en ástæðan fyrir því að ég nefndi það sem ég nefndi út af því að það er samt stór hlutfall 25% 20% sem eru að samþykkja beiðni frá ókunnugum til dæmis sem áhyggjuefni en í raun og veru þróun góð hinn
bara flesta hlutfall af börnum eru svolítið, þú veist, bara fylgja ákveðum reglum og vernda sig, þú veist, og eru svolítið með bara vitund hvernig á að vera örugg á netinu, en þá á eftir 25% að minnsta kosti sem, þú veist, bara þarf að hjálpa og fræðast og halda áfram, þú veist, bara með verkefninu. En hvað í hvað er það að nota niðurstöðurnar og hvað getum við svona lært frá þessum niðurstöðum? Við búum til skýrslu, Insight býr til skýrslu hverju ári með niðurstöðum og sem að bera saman, þú veist, bara hvernig þróun hvernig var í fyrra, hvernig bara núna í ári og við gefum út skýrslunni bara árlega og markmið okkar skýrslan ekki bara með niðurstöðum heldur líka með athugasemdum hvað þarf að bæta við og við sendum það bara vidar. Þetta helst, þú veist, bara fyrir fólk sem að búa til stefnu fyrir skóla og svoleiðis. Við getum ekki mikið gert nema, þú veist, það sem við gerum út frá skýrslunni að leggja áherslu í hvað við ætlum að gera meiri næsta árið. Það hjálpar líka okkur, þú veist, bara, þetta mikilvægari heldur en, þú veist, bara annað. Já, þannig að sjáum við bara hvar við erum að gera vel og hvar við þurfum að bæta okkur. Þú veist, sem fólk á internetinu. En ég meina, við vonum, þetta mjög góð spurning, því að við erum að gera þessa rannsókn til þess að hjálpa fólki, þú veist, að skilja hvað vandar, þú veist, hvað eru áhyggjuefni, hvað getum við gert og auðvitað, þú veist, bara við getum ekki breytt neinu í skólunum en vonandi, þú veist, fólki sem getur eitthvað gert að lesa skýrsluna. Hún ekki mjög stór, hún ekki mjög löng, hún bara 10 blaðsíður. En hvar hægt að finna skýrsluna? Já, því miður við erum ekki með vefsíðu en það sem ég gerir svo ég sendi í alla tilheyrandi fagaðila eða eins og til dæmis SAFT og Heimili og skóla, samstarfsaðila og svo líka í ráðuneytið. Hvað gerist eftir það? Það veit ég ekki. Vonandi þetta að fara að breyta einhverju og að stjórnendum fara að setja þetta í skóla allavega. En svona í lokin eitthvað sérstakt sem þið viljið segja eða miðla til hlustenda í kringum þetta allt saman? Já, bara hafið sambandi e-mailir og þá getum við komið í skólan ykkar og hlakka til að sjá okkur. Nei, bara Nei, ég bara vil ítreka að við getum farið í skóla, endilega hafið samband við mig, við erum sveigjanleg, við getum skipulagt eins og þið viljið og við höfum ekki farið austan. Nákvæmlega. Þannig að, þú veist, ef þú ert í Egilsstöðum, endilega hafið samband við okkur. Annað sem ég langar að leggja áherslu á eins og ég sagði, ég held að foreldrar geta spilað svona stóra hlutverk í þessu. Endilega reynið að læra hvað börn eru að gera á netinu, reyna að spjalla við barni ykkar hvað það er að gera á netinu og hvernig það líður, hvernig þeim líður á netinu og eitt til dæmis sem við vorum að benda á að það hægt að gera hluti saman á netinu líka, bara alveg eins og þú veist, bara setja niður og spila borðspil. Það hægt að gera það líka á netinu og ég gera það með mínu barni stundum. Til dæmis, við spilum New York Times The Mini Crossword saman og eða þú veist, bara það hægt að spila kröflu á netinu. Það alls konar sem maður getur gert með börnunum sínum á netinu en það gerir okkur kleift með bara að því að vera bara
partur af upplifun þeirra á netinu. Já. Og svo getur það kannski verið hvatning til að spjalla nánari bara internetið og samfélagsmiðla og bara hvað sem Já. Þannig ég held að það mikilvægt. Og ég veit ekki, ég held að margir fullorðnir eins og við þurfum að reyna bara að setja bara mörk á hversu mikið við erum að nota internetið eða vera á símanum eða skjátíma eða eitthvað svoleiðis og kannski bara gott að pæla í það. Ekki bara fyrir sig, heldur líka fyrir börnin sín. Já. Já, algjörlega. Mjög góða punktur. Já, sammála. Þetta mjög góða punktur. Og líka einmitt að þetta er svolítið það var að tala skjátíma. Já. Fólk er að tala börn eru svo mikið í tölvinu og mikið í að horfa eitthvað. Svo fyrir þetta fullorðna fólk í vinnuna og situr fyrir fram tölvuskjá allan daginn, og vinnuna sína 50% í símanum sínum og fer svo heim og horfa á sjónvarpið, skiljið, og að það er ekkert endilega skjátíminn sem er að gera eitthvað slæmt, að pæla líka í því hvað eru börn að gera í skjánum en ekki bara pæli hvað eru lengi í skjánum. Já. Pæli líka í því hvað eru að gera í skjánum. Kannski vera að mæla vilt svo hlutin. Já, ekki bara að mæla hvað eru lengi. Já. Líka hvað eru þau að gera. Já. Pæla líka þessu því. Já. Já, ég er sammála. Það er mjög mikilvægt að þegar svo mismunandi hlutur sumt getur haft góðar áhrif. Ég meina, það getur lært rosalega mikið af þessu. En það er líka margt annað sem er að hafa slæma áhrif. Þannig að ég er alveg sammála því að vera að pæla í því hvað þau eru að gera. Í staðan fyrir lengdina alltaf. En ég ætlaði bara að segja takk hérlega fyrir að koma og spjalla við okkur. Já. Takk fyrir Lærði alveg helling og vonandi hjálpar þetta ykkur að fá fleiri grunnskóla til að tala við ykkur. Já, heldur betur vonandi. Mér langar bara að segja frábært framtak hjá okkur og bara ég vona að það gengur rosa vel hjá okkur. Það er bara spegill bak á ykkur. Bara mjög vel gert. Já. Takk fyrir okkur, innilega. Takk sem er leiðis. Takk fyrir.